nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Vér viljum biðja, almáttugur eilífur Guð, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar, lít í náð til vor og heyr bænir vorar, þegar við í sorg og söknuði áköllum þig og hjálpa oss með huggun þíns heilaga orðs. Lát oss vera minnug þess að þú telur daga vora, svo að við megum öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesúm Krist. Blessa oss þessa kveðjustund Sigríðar Jónsdóttur hér í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagið við þig og þinn blessaða son Jesúm Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen. Í 90. Davíðssálmi segir: Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir: Hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann liðinn, já, eins og næturvaka. Kenn oss að telja daga vora, að við megum öðlast viturt hjarta. Og í opinberunarbók Jóhannesar segir: Ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin, og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: Sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert hár af augum þeirra, og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til. Hið fyrra
er farið. Og sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrð sé þér Drottinn. Hið heilaga Guðspjall er skráð hjá Markúsi Guðspjallamanni og hljóðar svo í Drottins nafni. Þau sem treysta sér til, gjöru svo rísi úr sætum.
Á þeim dögum hvíldardagurinn var liðinn. Keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmyrsl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir oss steininum frá grafarmunnanum? En þegar þær líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju og þær skeldust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjá, þarna staðurinn, þar sem þeir lögðu hann. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur.
konan sem ól þig og gaf sér sitt líf. En sólin hún býður og sólin hún rís og sjá þér við hlið þín hamingju dís sem ætíð skjól þitt, þinn skjöldur og hlíf. Það íslenska konan á trúar og hún hann þér og þér helga sitt líf. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Löngum þegar að mér sækir sorg og fár, sólin hverfur, himinin kólgu grár. Innst í mínu hjarta býr þó vonin bjarta, blessun Guðs mun einlægt sefa harm og þerra tár. Stundum þegar allt svo gott og gjöfult glaða söngva raula ég og skemmti mér. Innst í vitund minni þá sem ég finni, yl og birtu, streymir til mín góði Guð frá þér. Einatt munu ljós og skuggar skiptast á, skærir geislar sólar flökta til og frá. Allt þó brotni niður, blessun Guðs mig styður. Brátt skín sól og aftur verður lífið bjart að sjá. Þannig yrkir skáldið Iðunn Steinsdóttir lífið og blæbrigði þess í sálmi sínum Ljós og skuggar. Í sálmunum minnst á margt sem við þekkjum eflaust úr daglegu lífi okkar og ekki síst ef við virðum það fyrir okkur með augum trúarinnar. Einatt munu ljós og skuggar skiptast á ekki flókin líking sem við okkur blasir í hversdagslífinu á hverjum degi, úti og inni. En getur gengið nærri okkur þegar við skoðum örlög okkar og hlutskipti í ljósi þessara orða. Lífið leikur ekki alltaf við okkur, jafnvel þótt það sé oft gott og gjöfult og allt sé blítt og bjart. Því stundum dregur fyrir sólu og það kólnar í vitund okkar og sinni, þegar við þurfum að mæta mótlæti, veikindum, sorg og harmi og yfirleitt því sem við fáum engu ráðið og skyggir stund á gleði okkar af góðum gjöfum lífsins. Guðspjöllin í Nýja testamentinu geyma þessi litbrigði lífsins ekki síður en hið lifaða líf nútímafólks eins og okkar. Konurnar sem fóru að gröf Jesú hinn fyrsta páskadagsmorgun voru hryggar og sorgmætar vegna þeirra atburða sem orðið höfðu þegar Jesús, vinur þeirra, var tekinn höndum og krossfestur, lík hans lagt í gröf og stórum steini velt fyrir grafarmunnan. Líf þeirra og líðan þennan morgun var hjúpað dimmum skugga og áhyggjum af stóru og smáu og þær sáu fyrir sér að þær kæmust ekki einu sinni nálægt líkama Jesú til að smyrja hann, því enginn yrði til að opna fyrir það leiðina inn í gröfina og velta steininum þunga frá grafarmunnanum. Framhald þessara sögu eins og Guðspjall Markúsar lýsir því þekkjum við. Gröf Jesú var tóm þegar þær komu að henni, steininum hafði verið velt frá og engillinn boðaði þeim þann fögnuð að Kristur væri upprisinn frá dauðum. Þannig umbreyttist sorg þeirra og hrygði í fögnuð yfir sigri lífsins og þær fundu blessun Guðs, yl hans og birtu, fundu sólarljóma upprissunar umvefja sig og umbreyta tilverunni. Heiðurskonan Sigríður Jónsdóttir frá Kollafjarðarnesi sem við kveðjum héðan frá Áskirkju í dag var á sinn hátt barn ljóssins og gleðinnar, alin upp við trúartraust, umhyggju og kærleika sem hún varðveitti innst í eigin hjarta og sem nærði og styrkti von hennar þegar ský dró fyrir sólu
og opnaði vitund hennar fyrir þakklæti, yl og birtu trúarinnar þegar allt lék í lyndi. Við minnumst hennar í þakklæti fyrir jákvætt lífsviðhorf hennar, umhyggjusemi og ást sem brá birtu yfir æviveginn, leið og við lofum Guð fyrir þá gjöf sem líf Sigríðar var. Við treystum því að hann umvefji hana miskunnarörmum sínum í eilíðinni, þar sem allt er orðið nýtt, þar sem hið fyrra er farið. Og við látum hugan reika stund til nokkurra áfanga úr ævi Sigríðar og stöldrum við góðar minningar hins liðna. Sigríður Jónsdóttir fæddist 8. febrúar 1949 í Stóra Fjarðarhorni í Kollafirði í Fellshreppi í Strandasýslu. Foreldrar hennar sem þar bjuggu voru hjónin María Samúelsdóttir, sem fædd var á Geststöðum í Kirkjubólshreppi en alin upp í Miðdalsgröf, og Jón Bjarni Sigurðsson frá Stóra Fjarðarhorni, en hann var fæddur á Bessastöðum í Ytri Torfustaðahreppi í Vestur Húnavatnssýslu. Sigríður var yngst 6 systkina, elst var Fanney, hálfsystir hennar samfeðra, þá tvíburabræðurnir Jónas og Gísli, svo Sigurrós og Sigurður sem einn lifir systkini sín. Jón, faðir Sigríðar, lést 1990, 91 árs að aldri, og María móðurinnar dó tæpum 11 árum síðar, 2001, á 95. aldursári. Guð blessi minningu allra þeirra ástvina Sigríðar sem horfnir eru af heimi. Sigríður ólst upp í Stóra Fjarðarhorni þar sem foreldrar hennar bjuggu hefðbundni búi að þeirrar tíðar hætti. Hún naut ríkrar ástúðar þeirra og umhyggju og þar vandist hún við öll almenn bústörf utan dyra og innan. Þar sem Sigríður var heyrnarskert hafði það talsverð áhrif á hvaða tækifæri hún fékk fyrstu árin, en móðir hennar kenndi henni ungri að lesa af bók, hlusta og lesa af vörum fólks. Sigríði var á móti gefin mikil þrautseigja og þolinmæði sem einkenndi líf hennar og dagfar alla tíð. Hún sótti farskóla heimasveitar sinnar í 2 vetur frá 11 ára aldri, en þá uppgötvaðist fyrir tilviljun að hún þurfti gleraugu og þegar hún fékk þau opnaðist henni nýr og stærri heimur. Sigríður vann við bú foreldra sinna unglingsár sín og 17 ára gömul fór hún í húsmæðraskólann á Staðarfelli í Dölum og lauk þaðan prófi vorið eftir 1967. Ári síðar lá leið hennar norður til Akureyrar þar sem hún bjó hjá Sigurrósu systur sinni, en vann í fiski hjá útgerðarfélagi Akureyrar og á Akureyri tók hún bílpróf 19 ára gömul. Hún hélt síðan heim að Stóra Fjarðarhorni á ný og sótti vinnu þaðan til Hólmavíkur næstu 2 árin, uns hún stofnaði eigið heimili og fjölskyldu. Sambýlismaður Sigríðar var Sigurður Jónas Marinósson frá Álfgeirsvöllum í Skagafirði, sonur hjónanna Marinós Ástvaldar Sigurðssonar og Guðlaugar Egilsdóttur. Sigríður og Sigurður bjuggu fyrsta búskaparár sitt á Álfgeirsvöllum hjá foreldrum hans, en hófu búskapa á Hvalsá í Kirkjubólshreppi sumarið 1972. Þaðan fluttust þau að Kollafjarðarnesi í sömu sveit 3 árum síðar og bjuggu þar í 28 ár, sambúð þeirra lauk 2003. Sigurður lést 2017. Sigríður og Sigurður eignuðust saman 4 syni. Þeir eru Jón Álfgeir, fæddur 1972, Víðir Álfgeir, fæddur 1973, Marinó Álfgeir, fæddur 1977 og Sigurður Álfgeir, fæddur 1978. Jón Álfgeir smiður og vélstjóri, starfsmaður bústólpa, kvæntur Sæfríði Magnúsdóttur viðskiptafræðingi og fyrirtækjaráðgjafa hjá Arion banka. Þau eru búsett á Akureyri. Börn þeirra eru Kristín Sigríður og Ágúst Ingi og dóttir Sæfríðar fyrir hjónaband þeirra Jóns Sunna Bríet. Víðir Álfgeir viðskiptafræðingur og löggiltur endurskoðandi hjá Icelandair,
Sambýliskona hans Elísabet Björgvinsdóttir, þjónustufulltrúi hjá Ice Transport og búa þau á Álftanesi. Dætur Víðis úr sambúð hans og Elísabetar Erdal eru Gyða Dröfn og Thelma Huld. Synir Elísabetar Björgvinsdóttur fyrir sambúð þeirra Víðis eru Bjarki Freyr og Elmar Logi. Saman eiga þau Víðir og Elísabet 2 dætur, Berglindi Ósk og Álfdísi Kötlu. Marinó Álfgeir rafvirkjameistari, hann á og rekur fyrirtækið Skuggasveinar rafverktakar. Sambýliskona hans Birna Íris Jónsdóttir tölvunarfræðingur, framkvæmdastjóri Stafræns Íslands og eru þau búsett í Kópavogi. Synir Marinós og fyrri konu hans, Kaðlínar Kristmannsdóttur, eru Logi Vídalín, Víkingur Vídalín og fóstursonurinn Ísar Vídalín. Börn Birnu Írisar úr fyrra sambandi eru Halldór Ísak, Þórarinn Kári og Þórhildur Saga. Sigurður Álfgeir viðskiptafræðingur og löggiltur endurskoðandi og starfar fyrir Síldarvinnsluna HF. Hann kvæntur Elínu Rán Björnsdóttur, sjálfstætt starfandi mannauðssérfræðingi og eiga þau heima á Egilsstöðum. Börn þeirra eru Friðbjörn Árni, Hjördís María og Álfgeir Óli. Sigríður var sonum sínum kærleiksrík, hjartahlý og umhyggjusöm móðir og veitti þeim gott atlæti. Þeir voru gersemarnar hennar sem hún trúði engu slæmu upp á, nema hvað, þrátt fyrir margvísleg uppátæki þeirra og strákapör á uppvaxtarárunum, svo sem að stelast í kökuboxin þegar lítið bar á, hlaupa milli ísjaka, stunda glannalegar íþróttatilraunir á reiðhjólunum, fara í nautaat og hanaat og sumum þessara lífshættulegu æfingasonana frétt hún ekki af fyrir en löngu seinna. Eflaust hafði hún lúmst gaman af tiltækjum þeirra sem hún vissi af, en hún skammaði strákana sína sjaldan, annar sá það, og var það á sinn hátt lýsandi fyrir yfirvegun hennar, jafnvægi og umburðarlyndi. Þegar árin liðu þótti Sigríði sérstaklega vænt þegar synir hennar allir hittust saman heima hjá henni og þá voru að vonum oft rifjaðar upp sögur úr sveitinni. Sigríður hafði oft orð á því hve óþægilegt og hvimleitt henni þótti hvað hún táraðist mikið þegar hún hló. Þetta átti hún reyndar sameiginlegt með tengdamóður sinni og sagði sögu af því þegar þær sátu einhvern tímann heima á Álfgeirsvöllum og héldu hvor í sinn endan á handklæði og þurrkuðu tárin framan úr sér með þær voru í hláturskasti. Þetta var Sigríði kær og góð minning sem margt samferðafólk hennar tengir vel við, því oft var stutt í léttleikan og hláturinn og barnabörnin hennar minnast gjarnan samverustundana með ömmu þar sem mikið legið. Þeim fagnaði Sigríður innilega þegar þau komu til sögunar og hún naut margra góðra samverustunda með þeim, ekki síst við lestur og spil og spjall sem vakti gagnkvæma gleði og ánægju. Sigríður og Sigurður ráku stórt og afurðasamt sauðfjárbú í Kollafjarðarnesi á sinni tíð, þótt heldur fjaraði undan þegar áleið búskap þeirra. Einnig stóðu þau þar fyrir véla- og bátaútgerð. Sigríður var harðdugleg og ósérhlífin, gekk í öll útiverk sem þurfti til sjós og lands, auk þess sem húsverkin hvíldu að mestu á hennar herðum, bæði matargerð og hannyrðir, en hún saumaði lengi fötin á fjölskylduna og prjónaði til æviloka. Foreldrar hennar voru gjarnan hjá henni í Kollafjarðarnesi að vorinu og á haustin til að hjálpa til, enda var mikið að vera á stóru búi og barnmörgu heimili, auk þess sem þau Sigríður og Sigurður tóku að sér fjölmörg börn í sveit á sumrin. Löngum var þar mikill gestagangur eins og víða á sveitaheimilum, einkum yfir sumarmánuðina og ósjaldan gestir í mat og kaffi. Öllum var fagnað af sömu vinsemd og hlýhug sem löngum einkenndi Sigríði. Hún var gestrisinn mjög og höfðingi heim að sækja og hvort sem að garði bar skylda eða vandalausa, þá svignuðu borðin undan veitingunum. Sigríður var afar myndarleg í öllum verkum sínum og þar skipaði matargerð hennar sérstakan sess.
Henni var lagið að gera mikið úr litlu og reiddi oft fram veislumat úr takmörkuðu hráefni. Drengina sína vandi hún á að hjálpa til við matselt og bakstur og oft var til Sigríðar leitað með matargerð fyrir verktaka og vegagerðarmenn, bæði heima og heiman, og létu menn vel af kosti sínum. Segja má að í Kollafjarðarnesi hafi verið stundaður sjálfsþurftarbúskapur. Allt var nýtt til matar sem búið, landið og sjórinn gaf, hverju nafni sem það nefndist. Synir Sigríðar eiga jákvæðar minningar frá því að borða ýmsan fáséðan mat á borð við signa grásleppu og annan síinn fisk, saltað selspik og saltaðan lunda, súrsaða selshreifa ásamt hefðbundnum súrmat, fugl og egg, fjallagrös og ber, auk heimagerðra mjólkurafurða og að sjálfsögðu lamba, nauta og hrossakjöts. Sigríður var virk í starfi kvenfélags Kirkjubólshrepps meðan það var við lýði og hún sat lengi í sóknarnefnd Kollafjarðarness sóknar. Hún sá kirkjuna í Kollafjarðarnesi meðan hún bjóðar. Í upphafi fengu kirkjugestir messukaffið inn í bæ hjá Sigríði. Hún var frá upphafi mótuð af kristinni trúarhefð og skilaði þeim arfi til sona sinna og hún efaðist ekki að líf væri að loknu þessu. Hún var dulræn í trúarhugsun sinni, sótti miðilsfundi og leitaði þannig frétta af framliðnum. Leið og bænin var henni indæl iðja og hún treysti mjög á aðstoð og lækningu að handan þegar á bjátaði. Sigríður var fróðleiksfús og næm, var vel lesin og víða heima, ekki síst þjóðleg og söguleg efni og ættfræði. Hún sótti námskeið eftir því sem hún gat og hafði aðstöðu til og hún mundi flest af því sem hún hafði lesið. Svo vel var hún að sér landafræði Íslands að hún kunni nöfn allra fjarða á landinu utanbókar og í réttri röð allan hringinn. Á ferðalögum landið sem Sigríður hafði mikla ánægju af var hún einlægt með vegahandbókina á landið þitt Ísland við hendina og hún lýsti staðháttum og sögulegum viðburðum tengdum einstökum stöðum leið og ekið var hjá. Eiga synirinnar góðar minningar af ferðalögum landið þar sem hún las upphátt alla þá staði sem fyrir augu bar og þekktu synirinnar í raun ekkert annað snið á ferðalögum. Þegar þeir fóru sjálfur að ferðast landið með sínum eigin konum, þá skildu þeir ekkert í því að þær gerðu ekki það sama og mamma þeirra og þær harðneita víst allar að lesa. Leið og sambúð Sigríðar og Sigurðar lauk 2003 eins og áður var áminnst, flutti hún hingað suður til Reykjavíkur. Hafði það að vonum í för með sér verulega breytingu á lífi hennar og högum. Sigríður sýndi þar glöggt hvað í henni bjó og hversu kjarkmikil og yfirveguð hún var hún horfðist í augu við neikvæðar aðstæður í lífi sínu og sneri þeim sér í hag. Hún settist fyrst vestur á Hávallagötu hér í borg en fluttist 4 árum síðar í íbúð sína að Leirubakka 6 þar sem hún átti heima til æviloka, sjálfstæð kona og engum háð. Hér í Reykjavík vann hún umönnunarstörf, fyrst á deildum L4 og K2 á Landakotsspítala og stundaði jafnframt sjúkraliðanám við Fjölbrautaskólann við Ármúla. Lauk hún þaðan sjúkraliðaprófi árið 2010 með ágætiseinkunn sem færði henni mikla gleði og aukið sjálfstraust. Sigríður fór til starfa á deild B4 á Landspítalanum í Fossvogi sama ár og hún lauk sjúkraliðanáminu og þar vann hún óslitið í 9 ár, uns hún lauk þar starfsævi sinni 70 ára að aldri. Sigríður var frábær sjúkralið og gat sér gott orð meðal samstarfsfólks og sjúklinga. Áhugi hennar á ættum og upprunafólks varð oft til að liðka fyrir samskiptum og umhyggjusemi hennar og innsæi í aðstæður sjúklinga sem höllum fæti stóðu rauf marga samskiptamúra þegar þannig stóð á. Sigríður vildi yfirleitt enga fyrirhöfn sín vegna og hún lét fremur lítið fyrir sér fara og var jafnan hljóð hag sinn.
Hún hafði nokkurt skeið sótt félagsstarf þar sem tekið var í spil, sem hún hafði alltaf mikla ánægju af. Heilsa hennar hafði verið þokkaleg síðustu misserin, sumarið framundan og hún var farin að ráðgera ferðalög. En nú var kallið komið. Sigríður var bráðkvödd á heimili sínu á miðvikudaginn var, þann 3. júní síðastliðinn, 77 ára að aldri. Fjarstætt vinafólk, þau Björn og Súsan frá Egilsstöðum, minnast Sigríðar með hlýhug og þakklæti fyrir ánægjuleg kynni og góð samskipti í áranna rás og biðja fyrir samúðarkveðjur sínar, sem og Kristinn Rúnar Jónsson og Lára Hammer Gylfadóttir og fjölskylda hennar. Einnig biðja systkinin Fjalar og Þórdís fyrir samúðarkveðjur sínar til fjölskyldunar og hugsa með þakklæti fyrir allar góðu og skemmtilegu stundirnar á Kollafjarðarnesi og að síðustu þakkar Logi Vídalín ömmu sinni samfylgd hennar og kærleika og biður fyrir hugheilar samúðarkveðjur hingað að athöfninni. Sigríður verður jarðsett í Kollafjarðarnes kirkjugarði á Ströndum á morgun, fimmtudag. Synir hennar, tengdadætur og barnabörn þakka auðsýnda samúð og hlýhug vegna andláts hennar. Jafnframt vilja þau koma á framfæri þakklæti sínu til allra þeirra sem hafa stutt hana, hlúð að henni og sinnt með einhverjum hætti í tímans ráðs, sem var henni sjálfri mikilvægt þakkarefni einnig. Fjölskyldan býður ykkur öllum sem heiðrið minningu Sigríðar hér í dag með nærveru ykkar að gjöra svo vel og þiggja veitingar hér frammi í Ási, safnaðarheimili kirkjunnar, að lokinni athöfn. Aldrei er svo bjart yfir öðlingsmanni að ekki geti syrt eins sviplega og nú, og aldrei svo svart yfir sorgarranni að ekki geti byrt fyrir eilífa trú, orti séra Matthías Jochumsson. Það er oft skammt á milli sorgar og gleði, lífs og dauða, nánast eins og stutt sé á rofa á vegg eða eitt fótmál stigið. Sorgin og söknuðurinn við fráfall Sigríðar er síst léttbær ykkur, kæru vinir, ástvinum hennar, en góðar minningar munu þó ylja ykkur og öðru kæru samferðafólki hennar alla framtíð, ásamt hinni björtu von eilífrar trúar upprissu frá dauðum og eilíft líf í náðarfaðmi Guðs, þar sem þjáning og kvöl er á bak og burt, þar sem allir hlutir verða nýir. Við kveðjum Sigríði með kærleika í hjarta og þökkum góðum Guði fyrir þá gjöf sem líf hennar var og fyrir allt það er prýddi hana. Minningar ykkar allra kæra samferðakonu bregða birtu fram á veginn og við megum hana fyrir okkur glaða og hressa þegar sumarið kemur yfir sæinn og sólskinnið ljómar bæinn. Þakkirnar fyrir þær góðu minningar Sigríði og fyrir það allt sem hún var og sem hún vann og öll þau bænarefni sem tengjast kveðjustund hennar hér í dag felum við honum sem hefur verið okkur athvarf frá kyni til kyns. Hann kenni okkur að telja daga okkar, að við megum öðlast viturt hjarta vegna trúarinnar á Krist Jesúm, krossfestan og upprisinn. Moldin hverfur aftur til jarðarinnar, þar sem hún áður var, og andinn til Guð sem gaf hann, segir í predikaranum. Þau orð minna einnig á nálað lifandi Guðs, handan við skuggaskil lífs og dauða, sem leysir líf mannsins frá gröfinni og krýnir hann náð og miskunn. Guð blessi minningu Sigríðar Jónsdóttur, styðji og leiði ykkur öll, fjölskyldu hennar og ástvini, gegnum húmið framundan og til ljóssins sem við okkur skín í Kristi Jesú. Hann vaki yfir okkur öllum, í lífi og dauða og gefi okkur góða heimvon. Í Jesú nafni. Amen. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, er og verður, aldir og að eilífu. Amen.
Hver draumur lífir aðeins eina nótt, hver aldar í sem hnígur jafnan skjótt. Hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt of fljótt. En þó að augnablikið aldrei fylli stund, skaltu eiga við það mikilvægan fund, því að tá sem þerra burt, aldrei nær að græða grunn. Líktu sér hvert sólarlag, sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur viss af. Þú veist að tímans köldu fjötra enginn flýr, enginn frá hans löngu glímu aftur snýr. Því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Líktu sér hvert sólarlag, sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur viss af. Líktu sér hvert sólarlag, sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur viss Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augum mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum Ísrael. Vér viljum biðja, eilífi Guð, sem þekkir alla hulda hluti og sem hefur skapað alla hluti og hefur vald yfir lífi og dauða, þú stígur gegnum hlið heljar og leiðir út þaðan, þér skulu þakkir færðar fyrir allt, fyrir inngönguna í þennan heim og fyrir burtföruna úr honum í von upprisunnar. Vér blessum komu sonar þíns í heimvorn
og barnaréttin sem við eigum í honum, vitjað hefur vor og afrekað oss lausn frá þjáningum. Meðtak þú Drottinn í heilaga gæslu þína, sál þessa barns þíns, Sigríðar Jónsdóttur, og veit henni hvíld í samfélagi þinna heilugu til upprisu dagsins mikla sigurs. Hugga þau sem syrgja og gef þeim alla himneska blessun og náð hér og í komandi heimi. Því þú ert miskunnsamur og gæskuríkur, þér fórnum vér dýrð, vegsemd og tilbeiðslu, nú og að eilífu. Amen. Allar bænir vorar felum vér í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum hvert með öðru. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Takið blessun Drottins, gjörið svo vel og rísið úr sætum. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir, sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesúm Krist. Amen. Ég bið þau sem treysta sér til að standa það sem eftir athafnarinnar og hvet ykkur til þess að taka undir í sálminum Allt eins og blómstrið eina. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesú segir, ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Af jörðu ert þú komin. Að jörðu skalt þú aftur verða. Af jörðu skalt þú aftur upprísa. Hér við skiljumst og hittast munum á feginstegi fyrra. Drottinn minn gefi dauðum ró, en hinum líkn lifa. Amen. Soli
Náðin Drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Amen.